Og áfram höldum við hér í föstudagsþætti N4 sem helgar þáttur stöðvarinnar. En áhugaverð mynd verður sýnd á Akureyri helgina sem heitir Innsæi og myndin hún fer með áhorfendur í ferðalag inn í hulinn heim. Sigríður Ólafsdóttir hefur unnið að því að fá myndina hingað til Akureyrar. Ég svona rétt áður við tölum myndina. Þú ert markþjálfi sem að tengist myndinni þannig laga. Hvað markþjálfun fyrir nokkuð? Akkurat. Já, það erum við markþjálfar af Akureyri sem að fengum eða á Norðurlandi sem að erum að fá þessa mynd norður. Af því hún tengist okkar fæi mjög mikið. Við gætum verið í allan dag að tala hvað markþjálfun þannig að það áskorun að vera stuttorð. Markþjálfun snýst fyrst og fremst bara fólk. Og við fólki við erum svo frábær. Við erum hafsjór af visku og þekkingu og hæfileikum. Við munum það bara ekkert alltaf og veitum það ekki alveg alltaf og gerum okkur ekki alltaf alveg grein fyrir því, ekki öllum stundum dagsins. Þannig að þegar þú kemur í samtal við markþjálfa, þá ertu stundum svolítið eins og að hitta sjálfan þig. Komast að því hvað þú kannt, veist og getur og svona ná kannski svolítið fókus, skoða bara svona kannski gildin þín. Og þannig getur þú tekist betur á við öll þau óteljandi viðfangsefni sem þú fást við í lífinu. Hversu stór eða smá. En á hvaða sviði hefur þessi aðferðafræði eða hugmyndafræði rutt sér til rúms? Þetta fyrir stjórnendur fyrirtækja eða þetta fyrir bara foreldra sem að að ala upp börnin sín eða þetta fyrir börn jafnvel líka? Þetta fyrir fólk. Þetta fyrir fólk? Já, og fólk allt. Þannig þetta á við á öllum vettvangi. Og svo til svolítið svona sérgreinar markfræði, það til ADHD markfræði, markþjálfun segi ég, og stjórnendamarkþjálfun, því þú nefndi stjórnendur. En þetta getur hjálpað öllu fólki við öll viðfangsefni lífsins. Hvers sem það að ala upp börnin þín, eigið samskipti við gaurana fyrir aftan myndavélina, starfsfólkið þitt, takast á við veikindi, takast á við tölvupóstinn, takast á við það að koma úr úlingðinu fram úr á morgnana. Þetta bara allt sem nöfnum tjáir að nefna og það eins og ég sagði þetta með að fólki, við erum hafsjór af einhverju og við geymum svo mikið svörum hjá okkur sjálfum. Þannig eins og svolítið verið að tala líka í myndin það að þessi faldi fjársjóður sem innra með okkur. Við erum svo ofta að taka ákvarðanir út frá einhverju mælanlegu, einhverju rökum, einhverjum tölum. En gætum kannski mörg okkar staldra við og hlusta aðeins líka okkur sjálf. Og best náttúrulega þegar við tökum ákvarðanir og gerum hlutina sem þá samblanda þessu tvennu. Því að við kannski hugsum okkur eitthvað verkefni eða viðfangsefni þegar við erum bæði með okkur með í því, vitum hver við erum, hvernig ræturnar okkur eru, hvernig við stöndum í fæturnar. Og svo erum við með alls konar mælanleg markmið og hitt á þetta og þetta fer saman, þá miklu líklegra eitthvað frábært komið út úr þessu. En hefur markþjálfun hún verið að reiðja sér til rúms víða? Er þetta bara í hinum vestræna heimi eða er þetta alþjóðlegt? Þetta meira kannski í hinum vestræna heimi. Það til dæmis ofboðslega mikill óplæður akur í Asíu, það sem allt þetta fólk sem hægt að hjálpa til að takast betur á við lífið og vaxa og dafna. En þetta er svolítið að ryðja sér til rúms. Þetta er ungt fag og þetta er óþekkt að mörgu leyti. En þetta svona kannski, þetta er með rætur víða. Þetta kemur víða við og á heima á svo mörgum stöðum. Þannig að þetta er ekki eitthvað eitt, þetta getur verið svo margt. Og maður getur, ef maður kann einhverja grunntækni í þessu, þá hjálpar það manni í öllum manns samskiptum. Heimurinn hann breytist nokkuð hratt og kannski hraðar en nokkru sinni og það kannski svona sú staðreynd kallar á nýjar hugsanir og jafnvel afstöðu. Það er nefnilega svolítið svoleiðis og það er líka svona þessi grunnur í þessari heimildamynd Innsæi, þessi hraði og þetta álag og streita. Þetta eru hugtök og þetta eru orð sem við heyrum endalaust en við þurfum kannski svolítið að horfast í augu við það að þetta er veruleikinn okkar og hvernig ætlum við að vera í þessum veruleika, ætlum við bara að fljóta með og taka við öllu eða ætlum við að standa í fæturnar, finna innsæið okkar, hlusta á það og taka ákvarðanir út frá okkur og vera við sjálf vera fullir þátttakendur í öllum þessum spennandi nýjungum og
öllu sem að gerast. Svona bara, ég beint að myndinni Já. Innsæi, hún verður sem sagt, ég kemur til Akureyrar og verður sýnd helgina. Hún verður sýnd á mánudaginn. Á mánudaginn, já. Á mánudaginn. Og þessi eina sýning og ég er svo þakklátt og svo glöð að fá tækifæri til að sjá þessa mynd í bíó. Af því þetta er svolítið svona konfekt fyrir augu og eyru. Það er mikið lagt upp úr þeirri skynjun sem myndin er að bjóða okkur upp á. Og þetta er svona ákveðið ferðalag. Ég er ekki búin að sjá myndina, þannig að ég er rosalega spennt. Þannig að ég er kannski svolítið að tala um mynd sem ég hef ekki séð, en ég er að tala um viðfangsefni sem ég hef ofboðslega mikinn áhuga á. Og það er þetta innsæi sem er þetta óáþreifanlegt. Þetta er heimspeki, þetta er vísind, þetta er tilfinningar, þetta er svo margt hérna inn í okkur. Og þess vegna erum við fólki svo skemmtilegt viðfangsefni. Þannig að myndin, þetta eru viðtöl við heimsþekkta vísindamenn og heimspekinga og fræðimenn og hugsuði. Og þeir eru allir að velta þessu fyrir sér. Og þessi mynd hefur fengið gríðarlegt lof hvar sem hún hefur verið sýnd og þetta svona hreyfir við fólki. Þannig að fólki labbar, held ég, margt hvert út og hefur svona fengið eitthvað veganesti og eitthvað nýtt til þess að hugsa um. Þegar ég var svona að undibúa þetta viðtal þá svona googlaði maður og svona hvað eigum við nú að tala. Þá sá ég á einu stað sem að var bent á það að bara eftir örfá ár þá verður þunglindi eitt bara af stærri vandamálum heimsins eða fólks. Hvernig tekur innsæi á þessu heldur? Einmitt, stór spurning og að því þú segir eftir nokkur ár og það er nú líka bara sumir segja að það sé nú þegar orðið. Það við þurfum ekki að horfa langt fram í tímann, þetta er orðið, þunglyndi er orðið þessi stóri þáttur. Og ekki það að ég haldi að innsæi kannski eða myndin leysi það mál, en það að hlusta á sjálfan sig og skoða sjálfan sig og finna ræturnar sínar og fókusinn. Ég myndi nú svona halda það að það getur hjálpað manni eitthvað við að hafa létta lund og finna kraft, af því innsæi og kraftur, það tala svolítið saman, þannig að þegar maður hefur kraft og eitthvað sýn og eitthvað sem maður vill gera og það talar við það hvernig þú sér lífið, þá ætti það auka líkur á gleði og einhverjum tilgangi í staðinn fyrir að taka bara við öllu áreitinu, öllu streitunni og öllu og setja svolítið kannski hjálparlaus hjá. Þannig að það er allavega einn þátturinn og það var líka eins og í myndinni þá er fyllt eftir hópi breskra skólabarna þar sem er verið að nota svona núvitundar nálgun og þessa lífeðlisfræði til þess að hjálpa þeim, ungu kynslóðuna, að takast á við álag og streitu og þessa þætti sem oft eru svolítið tengdir við það að vera þunglyndis valdandi ef að maður hefur ekki fótspyrnuna til þess að taka móti því. Ef ég fer nú í markþjálfunina, eru þá bara allir vegir bara breiðir þar sem eftir er? Svo gott sem. Allavega svo leið að því markmið sem þú ætlar að ná og fyrstu skrefin. Þannig að maður sér ljósin kvikna oft hjá fólkinu þegar það áttar sig á því að það veit svo margt og veit svolítið svöru við því sem það vill. Og eins og ég segi, hvort sem það er að takast á við inboxið í tölvunni í vinnunni, skipuleggja sig, samskipti við úlinginn, hvað sem það er, bara það aðeins heimsækja sig, hvernig get ég eiginlega gert þetta? Já, ég get gert þetta svona. Hvernig stóð á því að þú fórst að pæla í þessu? Já, góð spurning. Það kannski bara þessi þörf fyrir það að heimsækja sjálfa mig aðeins og þetta er svolítið svona practice what you preach, þannig að það er gott að finna það á eigin skinni að þegar maður nær fókusnum, finnur ræturnar sínar og tekst á við öll viðfangsefni lífsins. Ég var kannski að takast á við fullt af viðfangsefni sem að mér þótti ekkert endilega auðvelt að takast á við. Þannig að og þá datt þetta svolítið í fangið á mér. Og svo það að vera það heppin að sitja á móti fólki, ef ég hlakka til þegar þú kemur til mín í markþjálfun, að fá að sjá þegar fólki finnur sig En það er ekki laus tími hjá þér á mánudagskvöld? Mánudagskvöld, ekki klukkan 8. Þá ætlar að þú setjum á mér í bíó og njóta. Sjáum til. Bara takk fyrir komuna og gangi ykkur vel með þetta allt saman. Takk hérlega fyrir mig. Og við höldum hér áfram eftir smástund.